Þá erum við komin í sjávarkjallarann. Þátturinn náttúrulega heitir meistaramatur og við erum búin að fá einn unga meistara sem rauninni stelpan okkar í kokkalandsliðinu. Hún einn færasti bragðsnillingur Íslands. Hún að blanda saman brögðum. Hvað ætlar að leyfa okkur að smakka hérna hjá okkur? Eitt vinsælasta réttin sem hefur verið á sjávarkjallaranum? Já, það sem sagt humar pick me up heitir hann. Ok, það hljómar vel. Já, hann borinn fram í svona krukku. Þess vegna heitir hann pick me up af því að þú ert að borða hann upp úr krukkunni sem sagt. Ok, og hvernig byggir þennan rétt upp? Þetta náttúrulega humar og ætlar að gefa ykkur skemmtileg brögð með þessu? Já, það verður sem sagt blómkál, en það getur verið svo sem hvað sem en við höfum alltaf notað blómkál bara frá upphafi. Heyrðu, það bara best þegar maður er með svona skelfisk sem maður ætlar að steikja, að þerra hann vel og ég ætla sem sagt bara að steikja þennan humar með salt og pipar og smjöri. Heyrðu, ég fæ bara að bíða hérna rólega með það. Hvað gerir svona þegar þú verður að gera alveg humar? Þú hita pönnuna svolítið vel, eða ekki? Jú, mér finnst mjög gott að hafa hana svolítið vel heita. Svo tek ég bara smjör. Smjör og humar, það ekki svona eins og hjónabönd eins og? Alveg. Svo er ég líka búin að finna upp tækni að humarinn hann beiglast alltaf svona saman sjálfkrafa þegar hann hitnar, þannig að ég steiki hann eiginlega bara þannig. Já, þá viltu fá hann í svona humarkúlur? Já, nákvæmlega. Það alveg smjör. Það er svona þegar þú ert búin að gera 12.000 svona rétti, þá ferð það svona ná. Nákvæmlega. Ég fattaði þetta á númer 5002. Já. Fólk svona rætt við að fyrir að rjúka pönnunni, en það rauninni að fá svona góða húð á hann. Já, alveg. Svo líka gott að elda hann sem sagt eiginlega bara klára hann á annarri hliðinni. Já, það hann svona mjúkur neðan og stökkur ofan. Nákvæmlega. Og kryddar hann eitthvað? Já, set salt og pipar. Mér finnst gott að setja salt og pipar meðan maður að elda. Þá eldar maður líka piparinn svona aðeins. Þú ert búin að elda blómkálið í smjöri og vatni? Já, það svona létt undir tönn. Já, þú vilt hafa svona smá stökk? Já, þetta svona skemmtilegt. Kemur svona áferð í réttin? Já, algjörlega. Og sósan, þú ert búin að velja eins og henni? Já. Það eitthvað að skemmi humarinn? Já. Núna er kannski bara mómenti að við leifum að svona. Það var að koma svona steikar sem sagt. Og hann er bara klár. Þú þá bara setja þetta upp á disk eða? Þá er humarinn til. Já. Hvað gerum við nú? Nú ætlum við að framleiða þetta. Já, setja hann í krukuna sem sagt. Þá tökum við hérna blómkálið. Blómkálið sem við vorum búin að léttelda í smá smjöri og vatni. Setja það hérna í botninn á krukkunni. Þetta svona rauninni ný og skemmtileg leið og það lyktin kemur upp úr krukkunni og beint inn í aðeins. Þetta svona, fólk rosa hrifið af þessu rétti. Já. Svo setjum við bara humarinn hérna á rauðmónum. Og humarinn, maður sér að hann alveg rétt eldaður í hárefni. Þetta svona, hann aðeins mjúkur í miðinni en stökkur utan. Svona er þetta. Svo er ég búin að taka chili. Já, þetta er sambalinn, sko. Setja hann í bara sprautupoka, svona þægilega. Setjum alveg vel á honum. Þú vilt hafa smá svona karakter og bragð. En þú varst búin að klára sósuna með svona smá andalifur og rjóma og smjöri. Og sigta hana og þá er hún svona flaugilegs mjúk. Og það orðið glansandi og fín. Já. Setjum hérna sósuna yfir. Svona skemmtileg hvernig þetta raðar svona lagskipt út að þetta er framleitt í gleri. Já. Man sér fólk svona hvað að gerast þarna í miðri krukkunni. Svo erum við hérna með bara smá svona kryddjurtasalat sem eiginlega rosalega bara geta verið hvaða kryddjurtir sem fólk vill. Ég sé þú með spírur og eitthvað fleiri í þessu? Já, þetta eru hérna alfa spírur og hérna kervill og sissó hérna. Þetta er tildelega svona, kemur smá hollista hérna í fyrirrúmi hérna? Já, nákvæmlega. Alltaf að hugsa það. Heyrðu, þetta er nú að fara að líta aðeins vel út og hvað ertu með meira aðeins? Svo eru hérna jarðsveppir, hérna trufflur. Það er þetta að kaupa þær í svona litlu krukkum í stórmörkuðum? Já, alveg. Alveg hægt að fá það núna í dag. Svo bara er það smekksatriði. Við setjum alveg vel á því. Já, þið viljið veita vel. Já. Svo lokum við honum. En mér finnst þetta fallega að hafa svona aðeins opinn. Já, svo gæjast aðeins í hann. Já. Svo segja kíkja út. Hrefna Rós, það var bara gaman að fá þig til að vera með okkur. Þú ert búin að gera einna vinsælustu réttunum sjávarkjallarann, svo að fólk getur annað hvort komið hingað eða prófa að gera þetta heima. Heyrðu, við séum það bara Hrefna Rós, klárt.